Ok. Vignir, til hamingju með sigurinn í fyrsta heiðmörkurhlaupinu. Já, takk fyrir það. Hvað var tíminn aftur hjá þér? Já, var eitthvað rétt undir 46, 50 og eitthvað. Já, það er bara skaratti góðu tími fyrir þennan 12,5. Já, það var fínt. Já, við svona kannski þekkjum þið svolítið og kemur svolítið af brautinni og göturhlaupunum og maður er alltaf að sjá því fleiri svona utanvegarhlaupum. Já. Hvað ertu eitthvað að skipta eða ertu bara í öllu? Nei, það er mikill misskilningur maður er ekki að hlaupa utanvegarhlaup, þá ætlum við að sé að hlaupa á malbiki. Já. Það er, þú þarft að vera hraður á stígunum til að geta verið hraður á malbikinu, það er bara þannig. Já. Þú sér þetta bara eins og á Kenya-hlaupurunum og ESLP, maður hlaupa ekkert á malbiki þar. Nei, nákvæmlega. Það er brekkur og utanvegar. Og það er að skila þeim alveg klárlega, sko, við sjáum það. Já. Hvað svona, ertu með svona overall, ef maður hugsaður sko bara hvað þú ert að gera svona, ertu með ertu að fókusera á að sækja þér eitthvað styrk í einhverju vegalengd eða hvað? Sko, ég er aðalega bara að sækja styrk í lappirnar fyrir hálfmaraþon og maraþon með að hlaupa mikið svona utanvega. Já. Það gefur vel, sko. Já, þannig að þú ert svolítið að horfa á þessa vegalengdir og ná góðum tíma þar. Já. Já. Þannig að mér líður mjög vel þegar ég get hlaupið hratt á ríkisýnum. Já, ok. En brautin, hvað með hana? Ég nú voða lítið verið að keppa á brautinni. Það er kannski svona 5 ár síðan ég keppti síðast. Já, ok. Nei, 3 ár. Ég keppti 10.000 2018. Já, þannig að þú komið bara svona á göttuna og svo notar þetta? Ég er bara að fókusa á hálfmaraþon og síðan kannski maraþon á næsta ári. Já. Hvað er þetta að gæla við í tímum svona, er það eitthvað sem má segja eða? Bara komast á einhverja topplista held ég. Já. Ég veit það ekki. Já. En ég á 1.13 í hálfmaraþoni, mér langar að komast nær 1.10. Ok, en maraþon? Er eitthvað í kringu 2.30. Já, einmitt, fínt, flott markmið. Já. Þar. Hvernig verður svona veturinn hjá þér? Ertu með eitthvað plan sko fyrir veturinn í keppnum eða æfingum? Nei, ekkert keppnisplan, nú bara næstu svona 3-4 mánuðina bara byggja upp góðan grunn og auka magnið og vera bara svona líða vel í magninu og inn á milli bara keyra á mikið hraða. Já, hvað er magnið, hvað henta þér svona í þessum undirbúningi og hvað ertu að gera á viku? Sko eins og þessi vika sem var að klára núna var 110 km. En síðan er ég svona að reyna að koma sér upp í svona 130 til 140. Já. Og er það eitthvað sem er það eitthvað grunnu sem þú ætlar svona að reyna að halda og auka þá kannski þegar að nálgast maraþonið? Já, ég ætla að reyna mér langar dálítið að halda 130 kannski í einhverja mánuði yfir veturinn og síðan kannski auka aðeins í vor. En þetta gerist á svo löngum tíma, þú getur ekkert orðið mjög góður, mjög hratt. Þú verður bara að vera lengi í magni og huga öllum hraða, alveg frá sprinta upp í tempo og langa rólega. Já. Þannig að þetta er bara svona prósess, sko. Já. Maður þarf bara að vera í honum. Já. Og treysta honum. Já. Þetta er ekki, eins og þetta er ekki átaksverkefni. Nei, þetta er alls ekki. Þetta tekur mörg ár. Já. Heyrðu. Flott lokaorð, þetta er eitthvað sem margir mættu taka og hlusta á. Þakka þér fyrir. Ok, takk.